Komið þið sæl, ég heiti Sigrún Helga og í þessu myndbandi ætlum við að fjalla ályktanir fyrir flokkabreytur í bókinni Tölfræði frá grunni og ætlum að fara í kaflann ályktanir hlutfall þýðis. Í síðasta kafla, 6. kafla, sáum við hugmyndunarfræðina sem liggur almennt að baki tilgátuprófum. En í þessu myndbandi ætlum við að einbeita okkur að tilgátuprófum sem við getum framkvæmt þegar við erum að skoða eina flokkabreytu. Og mjög algeng leið til þess að draga ályktanir flokkabreytu er að skoða hlutfall mælinga þegar flokkabreytan tekur eitthvað eitt ákveðið gildi. Við látum P lýsa þessu hlutfalli fyrir allt þýðið og munið að við getum aldrei vita hvað hlutfallið er fyrir allt þýðið. Þess í stað tökum við eitthvað úrtak og mælum það og látum P með hatti lýsa því hlutfalli sem við mælum fyrir úrtakið okkar. Við viljum geta nota mælingarnar okkar til þess að draga ályktanir þetta þýðishlutfall P sem við vitum ekki hvað er. Og ályktanirnar drögum við annars vegar með því að reikna öryggisbil fyrir þetta hlutfall sem við mældum eða þá með því að framkvæma tilgátupróf þýðishlutfallið. Áður en við förum í það, þá ætlum við að fjalla hugtak sem heitir Bernoulli-tilraun og hvernig það tengist tvíkostadreifingunni. Bernoulli-tilraun er þannig að ef við erum með tilraun í safni endurtekinna tilrauna, við erum með einhverja tilraun sem við endurtökum margoft, þá kallast hún Bernoulli-tilraun ef að þetta þrennt gildir. Að hver tilraun hefur bara 2 mögulegar útkomur. Aðra útkomuna kallum við jákvæð og hina neikvæð bara til þæginda. Líkurnar á jákvæðri útkomu eru þær sömu í hverri tilraun fyrir sig og útkomunnar eru óháðar. Tengingin við tölfræði og gagnavinnslu hjá okkur er svo að hugsum okkur við séum með úrtak við séum með 1000 manna slembi úrtak úr þjóðskrá og ætlum að kanna hvort fólk búi á höfuðborgarsvæðinu eða ekki. Þá lítum við á þetta slembi úrtak af stærð 1000 sem 1000 endurteknar tilraunir. Hver og ein tilraun er mælingin á einum einstaklingi í úrtakinu. Þessi tilraun hefur bara 2 mögulegar útkomur, einstaklingurinn bjó á höfuðborgarsvæðinu eða ekki. Líkurnar á jákvæðri útkomu, það er að segja líkurnar á því að við veljum að handahófi einstakling sem býr á höfuðborgarsvæðinu, þurfa að verða sömu í hverri tilraun fyrir sig, það er að segja að úrtakið mitt sé algjört slembiúrtak og það séu alltaf jafn miklar líkur að velja einhvern úr höfuðborgarsvæðinu. Og ég vil að útkomundar mínar séu óháðar. Sé ég með n slíka tilraunir, það er að segja úrtakastærðin n og ég tók sem dæmi úrtakastærðin 1000, þannig þá verði n 1000, að fjöldi jákvæðra tilrauna úr svona Bernoulli-tilraunum, hann fylgir tvíkostadreifingu sem við sáum í 5. kafla. Með stikana n og p skrifa svona, þar sem p eru líkurnar á jákvæðri útkomu í hverjum tilraun fyrir sig. Og það er þetta p sem við viljum reyna að draga ályktanir Þetta er þetta þýðishlutfall sem við þekkjum ekki. Við metum þetta þýðishlutfall með úrtakshlutfallinu. Það er að segja, ef við erum með úrtak af stærðinni n, þá er þýðishlutfallið sem við metum einfaldlega bara fjöldi jákvæðra mælinga deilt með n. Það er að segja fjöldi þeirra mælinga sem hljóta þá útkomu sem við erum að skoða. Í dæminu okkar var þetta þá fjöldi einstaklinga sem byggja á höfuðborgarsvæðinu deilt með fjöldanum í úrtakinu.